Ég ætla að kíkja hérna á tvær vefsíður, bókunarvélarnar hjá Iceland Express og Icelandair og bera saman þessi verð og taka flug til Kaupmannahafnar. Ég ætla að bera saman bókunarvefina hjá Iceland Express og hjá Icelandair og ef við byrjum hérna á Express þá ætla ég að fara frá Reykjavík til Kaupmannahafnar og ég ætla bara að taka einhverja helgarferð 20. til 20. og annan bara taka hérna stuttaferð, helgaferð hérna frá föstudag til sunnudags, reyndar alltaf stutt en skoðum þetta bara. Ég ætla bara að fara einn og leita. Það kemur hérna verð 7.120 og svo heim 7.237. Þetta er ódýrt. Nú ég ætla að taka sömu dagsetningu hjá Icelandair og taka hérna maður sjá var ekki föstudaginn 20. og heim 23. Ok, tökum þetta hérna og ég smelli á leita og við erum með hérna taka hann hérna og þennan 18.730 og 18.480. Ok, það er talsverður munur hérna á milli á 7.120 og 7.237. En skoðum síðan heildarverðið. Heildarverðið hjá Icelandair, ef við förum hérna niður, þá er það 37.210. Þetta er hérna verð. En hjá Express, þá er það 37.800. Og það virðist vera eins og það sé að sett hérna að verðin eru hérna 7.120 sem við sjáum hér. Síðan bætast við skattar og gjöld og síðan einhverja aðra greiðslu sem virðist vera 8.400 hérna sem er talsvert mikið. Þannig að ferðin er það 18.900, þannig að verðin hjá þessum tveimur flugfélögum eru bara mjög svipuð. Þannig að í þessum verðum þá er nú ekki allt sem sýnist.